Ég ótrúlega spenntur fyrir þessa nýju stúdentabraut sem að koma núna hjá Ásbrú vegna þess að þegar ég var 9 ára þá sagði ég við mömmu mína að ég ætlaði að starfa við tölvuleiki og ég var búinn að finna starfið á netinu og ég var búinn að benda á það. Og það var engin leið fyrir mig frá þeim tímapunkti 9 ára til þess að komast á þennan endastað. Þessi nýja stúdentsbraut hljómar rosalega vel og bara löngu tímabært að Ísland taki þátt í þessu tölvu- og tæknivæðingu sem að eiga sér stað út um allan heim. Við erum með forritara sem eru bara þvílíkir stærðfræði heilar og bara góðir í svona flestu. Við erum með listamennina sem geta fundið allt og séð allt og sjá fegurðina í hlutum. Við erum með þá sem skrifa sögurnar og hanna persónurnar og við erum með markaðsteymi, við erum með þá sem sjá til þess að allt gangi upp. Þetta er bara rosalega stór geiri og fólk bara gerir sér ekki almennilega grein fyrir því. Hérna áður fyrr var þetta bara að þú þurftir að vinna frá morgun til kvölds bara til að hafa ofanlið. Það er bara að breytast, þannig að fólk bara neytir meira af skemmtiefni í dag en það gerði. Það sem er að gerast er bara að fólk hefur almennt í heiminum meiri tíma til að njóta skemmtunar eins og kvikmynda og tónlistar eða tölvuleikja. Framtíðin á listasviði í tölvuleikjum er rosalega, bara í einu orði sagt, falleg. Framtíð tölvuleikjagerðans á Íslandi, bara allavega miðað við núna eftir Reykjavík International Games og það var fyrsta skipti sem að rafíþróttir voru partur af þessari íþróttahátíð. Þá myndi ég segja að hún væri mjög björt og bara gaman að koma að þessu öllu og sjá svona mikið af fólki vera til að taka þátt í. Ég vil bara innilega hvetja alla stelpur sem geta og vilja til að koma og bara vera með, taka þátt. Við þurfum ykkar sjónarmið, við þurfum ykkar skoðanir. Við skiptum máli, við erum saman í þessu. Það sem mér langar að segja við allar konur sem hafa áhuga á þessum bransa og tölvuleikjaheiminum er bara go for it. Verið sýnilegar og verið fyrirmyndir. Eina sem var í boði á þeim tíma var í raun og veru bara að fara í Kvennó og taka auka 3 stærðfræðifanga og það var í raun og veru einu undirbúningurinn sem ég gat haft þó ég vissi allan tímann hvert ég var að stefna. Þannig að ég held að ég hefði svo sannarlega nýtt mér þessa braut. Ef að þessi braut hefði verið í boði þá hefði ég klárlega farið á hana án þess að hugsa mig um. Ég var á netinu að reyna að lesa allt. Það hefði verið svo miklu betra ef ég bara geta mætt í skólann, mætt í kennarans og byrja að læra að búa til tölvuleiki á einum stað.